Já, við ætlum að ræða pólitík, við ætlum að ræða stöðu ríkisstjórnarinnar og minnihlutans, við ætlum að ræða stöðu borgarmála, vinsældir og óvinsældir, hvað breytist núna við það að Sanna hefur kvatt sér hljós með framboð þar sem hún biðlar til vinstra fólks í kring og öðrum flokkum að stíga fram og sitt hvað fleira sem tengist í rauninni bæði borgarmálunum og landsmálunum í pólitík. Velkomin til okkar Ólafur Þ. Harðarson. Það eru margt að spjalla. Eigum við að þú ert stjórnmálafræðingur náttúrulega af Guðs náð og hefur marga fjöruna sopið og oft greint og metið eina pólitísku stöðu og að byrja á henni Sönnu. Hvað svona þegar þú heyrðir það þarna á föstudaginn að hún ætlaði að blanda sér í leikinn, hún ekki búin að segja sig úr sósíalistaflokknum og ætlar ekki gera það samkvæmt því sem hún segir sjálf, en eigi að síður þá virðist nú liggja fyrir borgarstjórnarkosningar núna sem styttist nú í, þá verði hún í einhvers konar vegferð með að hennar sögn vonandi fleira vinstri fólki. Píratar hafa þegar brugðist við og svona bjóða svolítið upp í dans. Í ljósi þess að Sanna nýtur mjög mikilvæga persónulegra vinsælda, gætu við þá átt að vona á stórtíðindum sem umturna fyrri skoðanakönnunum eins og hérna við höfum séð þær. Það engin leið að segja til það. Nei. Og svona fyrirfram það nú kannski frekar ólíklegt að við sæjum einhverjar megin breytingar þó að það sé ekki útilokað. Hins vegar þá hefur sósíalistaflokkurinn núna undanfarið verið að mælast í 2 síðustu könnunum Gallups og Maskínu með svona 6%. Hann fekk 8% tæp í kosningunum 22 þegar Sanna var í forystu, en vandinn við þessar tölur núna þegar að menn segja þetta kjósa sósíalistaflokkin að maður veit ekki hvort það eru að lýsa við stuðningi við Sönnu eða hvort það eru að lýsa við stuðningi við núverandi valdhafa í sósíalistaflokknum. Nú Sanna hefur verið algjörlega skýr með það að þó hún hafi ekki sagt sig úr sósíalistaflokknum, þá ætlar hún ekki að vera í framboði fyrir sósíalistaflokkin meðan núverandi forysta sem að tók yfir flokkin fyrir einhverjum mánuðum eða misserum. Hún ætlar ekki í framboð fyrir sósíalistaflokkin meðan að sú forysta við völd. Og miðað við þá stöðu að hún vill halda áfram, að þá virkar það nú sem einfaldasti kosturinn í stöðunni og eiginlega liggja beint við fyrir hana að leggja upp með það þá að boða til samstarfs fyrst og fremst þessara 3 vinstri flokka sem að komust, enginn þeirra komst inn á þingi síðast, það að segja Píratanna, Vinstri grænna og sósíalistaflokksins. Nú segir einhver það liggur í rauninni algjörlega beint við. En nú segir einhver, eru Píratar sannarlega vinstri flokkur? Já, það má efalaust ræða fram og aftur það hvað hægri og hvað vinstri. Ef við skoðum viðhorf kjósenda í alþingiskosningum, að þá hefur sýndi íslenska kosningarannsóknin 2021 og líka 2024 að kjósendur Pírata, Vinstri grænna og sósíalista hafa nánast sömu skoðanir á 2 megin ásum viðhorfa, annars vegar á hægri vinstri ásnum eða efnahagsásnum. Þar eru kjósendur þessara flokka nappa þeir sér saman lengst til vinstri og á innan svo kallaða menningarás sem inniheldur hluti eins og afstöðuna til Evrópu, í alls konar það sem stundum að kalla vókumál, afstæðan til samkynhneigðra, afstæðan til feminisma, umhverfismál og fleira, að þar nappa kjósendur þessara flokka sig líka saman. Þannig að í heildina tekið þá virðast kjósendur þessara flokka vera samskipa
varðandi grundvallar stefnumál í stjórnmálum. Það getur auðvitað gilt eitthvað annað forystumennina, en við spurðum nú líka í þessum könnunum, vorum við frambjóðandakönnunum þar sem spurt varum viðhorf frambjóðandana og þau voru ekki alveg eins, en þar var ekkert ginnungagap á milli þessara 3 flokka. Varðandi borgarmálin þá höfum við engar svona mælingar á viðhorfum til einstakra borgarmála, en núna undanfarið hafa þessir 3 flokkar verið saman í þessum 5 flokka vinstri meirihluta í Reykjavík og maður hefur ekki séð að þar hafi komið upp nein sérstök ágreiningsmál. Þannig að það ekkert sem bendir til þess að það séu einhver sérstök ágreiningsmál í borgarmálum sem að kæmi í veg fyrir að þessir 3 flokkar gætu boðið fram í einu lagi sem einhvers konar kosningabandalag. Já. Það vakti svo litla athygli, ég held að það hafi verið í síðustu viku, einhver sagði að þú hefði drepið fréttin á Stöð 2 sko, þeir voru búnir með einhverja nýja könnun og en þín niðurstaða var að það hefði nú kannski ekkit mikið breyst, hvað var það óánægju borgarbó, hún væri bara töluvert viðvarandi. Þetta áhugavert, við erum til dæmis núna með vinsæla ríkisstjórn sem var mjög mikinn stuðning, en á sama tíma þá virðist ekki öllu máli skipta hverjir stýra borginni, hvernig meirihlutin samsettur. Það bara megn óánægja með meirihlutan hver sem hann og það jafnvel enn meiri óánægja með minnihlutan. Já, það spurning hvernig á að túlka svona. Þetta eins og líka þegar við erum að mæla traust til Alþingis, þegar að það mælist kannski 33-4%, þá hægt að segja að þetta rosalega lítið traust, en þetta skárra traust heldur en það var í töluvert mörg ár eftir hrunið, og spurningin þá eigum við að miða við svona, sem sé, hvað væri svona heppilega mikið traust, eða eigum við að miða við bara hvernig þetta hefur verið undanfarið og hvort að það séu breytingar í farvatninu. Þannig að það, fyrir mér það svona ánægjuleg tíðindi þegar að traust til þingsins eykst kannski úr 20-25% í svona 33%, en auðvitað það alveg rétt samt að 33% traust í einhverjum skilningi náttúrulega ekki rosalega mikið. Það eru reyndar þeir sem að segjast treysta mjög mikið eða mikið, og það vantar í rauninni kannski þar, þá sem svona í miðjun eru svona nokkuð traust eða eitthvað þess áttar. En varðandi þessar vinsældamælingar, bæði á einstökum borgarfulltrúum og á hvort menn eru ánægðir eða óánægðir við minnihlutan, að þá, ef maður ætlar að átta sig á einhverju merkingu í þessu, þá verður maður að bera það saman við hvernig þetta hefur verið áður. Og ég held að þessar mælingar óánægju með meirihlutan og óánægju með minnihlutan, að þær hafi í rauninni ekki mikið gildi. Þetta fróðlegt, en það sem skiptir megin máli auðvitað hvað ætla menn að kjósa. Og þó að mikill meirihluti segist vera óánægður með meirihlutan og segist líka vera óánægður með minnihlutan, þá mæta þessir kjósendur nú samt á kjörstað og kjósa einhvern flokk úr meirihlutanum eða einhvern flokk úr minnihlutanum, og það það sem skiptir mestu máli. Varðandi vinsældir einstakra borgarfulltrúa, þá gildir nú það sama eins og í landsmálunum, að vinsældir einstakra foringja eru engin ávísun á gott gengi í kosningum. Katrín Jakobsdóttir mældist til dæmis mjög lengi miklu vinsælli heldur en það fylgi sem að flokkurinn hennar fékk upp úr kosningum. Og sama gæti átt við Sönnu. Og sama gæti átt við Sönnu, en auðvitað það þannig að öðru jöfnu að vinsælir leiðtogar, þeir hafa styrkari stöðu. Það skilar sér ekkit endilega í kosningaúrslitum, ekki þá nema það gerist sem getur líka gerst að vinsæll stjórnmálamaður, hann sé líka gríðarlega öflugur talsmaður fyrir sjónarmið síns flokks, og ef að foringjanum tekst þetta, að þá er líklegt að það hafi áhrif á fylgið, en vinsældirnar einar sér
segja ekkert mjög mikið. Hins vegar, það að segja ekki endilega mjög mikið fyrir kjörfylgið. Þó að það sé auðvitað alltaf betra að vera með vinsælan frambjóðanda heldur en óvinsælan. En hérna, það ekkert á vísan að róa þarna, en hins vegar þá sko hafa kannski svona mælingar vinsældir til dæmis einstakra borgarfulltrúa meiri áhrif inn í flokkunum heldur en endilega á kjósendurna. Og geta náttúrulega breytt uppröðun á lista. Því að þeir sem sé, það mjög algeng trú hjá stjórnmálamönnum að vinsæll foringi eða vinsælir frambjóðendur, þeir skipti mjög miklu máli. Þannig að vinsældir, þær geta haft áhrif á röðunina á framboðslistanum, hvort sem það í prófkjöri eða með uppstillingu og óneitanlega þessar miklu vinsældir sönnu sem voru það bil fjórðungur kjósenda núna síðast og þær hafa verið mjög miklar núna lengi. Auðvitað styrkir það mjög stöðu sönnu sem til dæmis hugsanlegs frambjóðanda í efsta sæti í einhverju svona sameiginlegu framboði þó að það sé auðvitað allt og snemmt að spá einhverju fyrir með hvaða hætti það verður. En það athyglisvert að það hefur verið tekið tiltölulega vel í þessar hugmyndir sönnu. Hún nefndir Píratana. Hjá Vinstri grænum hefur hún Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lýst yfir að hún kjósi helst að VG bjóði fram undir eigin merkjum en ekki útilokað annað. Aðrir, til dæmis hann Guðmundur Ingi, hafa látið í ljós sem sé þá persónulegu skoðun, þó að Guðmundur Ingi ráðið ekki neinu frambúðið í Reykjavík, að þetta sé góð hugmynd að hans mati að þeir farið þrír saman. Og það auðvitað mjög margt sem mælir með því fyrir þessa þrjá flokka að fara frekar saman í einu kosningabandalagi heldur en að bjóða fram sitt í hvoru lagi. Já, manni dettur þá í hug fyrst öll dauðu atkvæðin í síðustu alþingiskosningu. Sko, ef við byrjum kannski á því að skoða hvað mælir á móti því að bjóða fram í kosningabandalagi. Og þar sem að menn hafa sko gjarnan verið hræddir við að ef að þinn flokkur fer inn í kosningabandalag að þá tapi hann einhverju af sinni sérstöðu, sinni sérstöku ímynd, sínu identiteti eins og sagt í útlöndum. Og þetta, ég man vel að þetta var mikið til umræðu þegar að Reykjavíkurlistin var stofnaður 1994. Þá höfðu framsóknarmenn, alþýðubandalagsmenn og alþýðuflokksmenn einmitt verið hræddir það að þeir töpuðu sinni sérstöðu ef þeir færu í svona bandalag. Þá kom hættur skoðanakönnun sem að bendi til þess að ef að þessi flokkar byðu fram sameiginlega þá myndu þeir vinna Sjálfstæðisflokkinn. Ef að þeir byðu fram sitt í hvoru lagi þá myndu þeir tapa fyrir Sjálfstæðisflokknum og ég held að þetta hafi ráðið úrslitum það að R-listin var það veruleika. Var það strax ég man þetta ekki, var það strax í fyrstu kosningunum sem Ingibjörg Sólrún lagði undir og fór í baráttusætið eða var það síðar? Hún gerði það í fyrstu kosningunum ef ég man rétt sko. Þetta var gamall siður úr Hafnarfirði þar sem að Emil Jónsson þegar hann var bæjarstjóri fór alltaf í 5. sæti hjá Krötunum, þá voru 9 bæjarfulltrúar. En þetta hafði þetta áhrif á identitetið. Þetta skadaði að minnstakosti ekki samfylkinguna og þetta skadaði að minnstakosti ekki alþýðubandalagið eða Vinstri græn sérstaklega. Vinstri græn tóku við af alþýðubandalaginu 1999. Það kann að vera að þetta hafi skadað Framsóknarflokkinn. En það eru náttúrulega bara vangaveltur en þetta R-lista samstarf það hélt áfram í töluverðan tíma og megin máli þar auðvitað fyrir alla þessa þrjá flokka var að samfelldri nánast 64 ára stjórn Sjálfstæðisflokksins í meirihluta í Reykjavík fyrir utan eitt kjörtímabil 1978 til 82 að því það leið undir lok 1994 og síðan í 32 ár
hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið utan meirihlutans í Reykjavík nánast allt tímabilið. Hann var bara í nokkrum meirihlutum á mjög óstöðugu tímabili frá 2006 til 10. Þannig að mestan part þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn undanfarin ríflega 30 ár verið jafnmikill stjórnarandstöðuflokkur í Reykjavík eins og hann hafði verið stjórnarflokkur í Reykjavík í meira en 60 árum. Já. Sko, það er margar spurningar sem vakna. Hún Heiða fékk svo sem frekar laklega, Heiða borgarstjóri, hún frekar laklega útkomu þegar landsmenn eða voru það bara borgarbúar, já sennilega var ekki bara spurt meðal borgarinnar. Ég ekki viss hvort það var. Nei, ég reyndar veit það ekki. En allavega landsmönnum eða borgarbúum var gefin kostur á að nefna nöfn framtíðar borgarstjóra og hún fékk bara 2%. En á sama tíma þá mældist flokkurinn hennar, samfylkingin ekkert átakanlega illa, þannig að stundum ekkert samræmið þarna á milli. Nei, það er mjög algengt að það sé lítið eða ekkert samræmið þarna á milli og auðvitað það sem að stjórnmálafræðingur hefur mestan áhuga á ekki einhverjar vinsældamælingar einstaklinga, heldur hvað menn segjast ætla að kjósa og hvernig breytingar verða þar. Og varðandi þennan 5 flokka meirihluta í borgarstjórninni, þá var hann í fyrstu könnunum eftir að meirihlutin tók við að mælast þannig að meirihlutin héldi. Í síðustu nokkrum könnunum hefur hann hins vegar verið fallinn. Í 2 síðustu könnunum þá fengu þessir 5 flokkar samanlagt 44% í könnun Maskínu. Í könnun Gallups sem er aðeins nýrri eru þessi 3 flokkar með 47%. Þannig að í þeirri könnun vantar nú ekki mjög mikið á það að meirihlutin haldi meirihlutanum. Ekki síst í ljósi þess að í þeirri könnun falla tæplega 3% atkvæða dauð sem að því að Framsóknarflokkurinn mælist þar úti. En þetta en það er líka nefnilega ástæða til þess að skoða það að hvað gerist ef að meirihlutin fellur. Og þá virðast svona tiltölulega augljósir bandamenn miðað við það sem að menn hafa sagt núna undanfarið að Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn væru til í meirihlutasamstarfi. En bæði í könnun Maskínu og í könnun Gallups, þessum nýjustu, mælast þessir 3 flokkar samanlagt með 44%. Það þýðir að þeir geta ekki myndað meirihluta einir sér. Og ef að meirihlutin er líka fallinn, þá getur hann ekki haldið áfram óbreyttur. The Kingmaker eða sá sem ræður þarna úrslitum, ef að úrslitin yrðu svona, væri Viðreisn sem að mælast með eitthvað 8-9 og í annarri könnunni og 12% í hinni. Þá gæti Viðreisn valið væntanlega það hvort hún vildi fara með vinstri flokkunum eða hvort hún vildi fara með hægri flokkunum og Framsókn. Þá langar mig að spyrja, heldur að það sé líklegt að inn í Viðreisn væri einhver stemning sem myndi segja höfum þetta eins og í ríkisstjórninni eða gæti allt gerst? Já, það getur allt gerst. Hins vegar þá höfum við nú oft séð að það er ákveðin tilhneiging, alls ekki algild en svolítið tilhneiging til þess að ríkisstjórnar minnstur á hverjum tíma að það sé endurspeglað á sveitarstjórnarstiginu líka, en það er alls ekki algild. Ef maður skoðar þetta út frá sjónarhorni Viðreisnar, þá held ég að kannski megin freistingin fyrir þá til að fara mynda með hægri meirihluta væri svo að segja, já, við viljum breytingar, Samfylkingin er búin að vera meira og minna í stjórn annarkvort undir eigin nafni eða R-listan síðan 1994 og það er komin tími á breytingar. Það væri, held ég, sem sé megin freistingin fyrir með hægri meirihluta. Sjónarmiðin sem aftur á móti fyrir viðreisnarmennina
mælti frekar með því að mynda mið vinstri meirihluta var í fyrsta lagi það sem þú nefnir að þeir eru með Samfylkingunni og Flokki fólksins í ríkisstjórn og það hefur ekkert verið sérstaklega gott á milli Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins en auk þessa þá held ég að það myndi ýmsum viðreisnarmönnum finnast það erfitt að fara í ríkisstjórn með Miðflokknum sérstaklega. Að fara í borgarmeirihluta. Að fara í borgarmeirihluta með Miðflokknum. Já. Miðflokkurinn hefur svona verið að marka sér meiri sérstöðu sem hann verður sífellt líkari og líkari popúlistaflokkunum hér í nágrannalöndunum og hefur tekið upp svona ýmsar áherslur sem að Trump hefur verið með og ef ég man rétt þá sagði nú Einar Þorsteinsson á dögunum að hann hafði einhver mjög hörð orð afstöðu Snorra Mássonar í varðandi einhver af þessum hvort það var re-immigration eða eitthvað í útlendingamálunum og ef að Einar hefur þá afstöðu að það sé mjög erfitt að þá myndi maður halda að viðreisnarmennirnir þeir hefðu enn meiri fyrirvara á því að það væri hægt að vinna með flokki af þessu tagi. Þannig að þetta eru mjög margar opnar spurningar og þó auðvitað verður ekki svara fyrir við höfum kosningaúrslitin nákvæmlega. En þetta eru hins vegar það eru skemmtilegi leikir í stöðunni miðað við það ef við miðum bara út frá könnunum eins og þeir eru núna en auðvitað það maður undirstrika að kannanir á þessum tíma hálfu ári fyrir kosningar eða ríflega það að þær hafa nú ekki mjög mikið forspárgildi niðurstöðu kosningarna en við spekulerum samt. Já, en til að bæta við neikvætt viðhorf Einars til Miðflokksins þá ekkert langt síðan Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins sagði hér við þetta rauða borð að það hefði verið mikilvægt á sínum tíma að hann og hans armur hefði náð völdum í Framsóknarflokknum til þess að koma í veg fyrir að Framsóknarflokkurinn yrði eins og Miðflokkurinn væri í dag. Já. Þannig að það augljóslega ennþá grunnt á hinu góða. Ég held að þetta sé alveg rétt hjá Sigurði Inga enda Framsóknarflokkurinn, hann kjósendur telja Framsóknarflokkinn vera rétt hægra með miðju, eiginlega alveg við miðjuna, alveg eins og Viðreisn, meðan að kjósendur og kjósendur en kjósendur Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins, þeir eru miklu lengra til hægri. Þannig að það mikill munur á Framsóknarflokknum og Miðflokknum þó að Sigmundur hafi komið úr Framsókn, alveg eins og það mikill munur sína mælingar og viðhorfum kjósenda milli kjósenda Viðreisnar og kjósenda Sjálfstæðisflokksins. Viðreisn eins og ég sagði kjósendur hans eru mjög nálægt miðjunni og ég sé að sumir eru enn að telja Viðreisn svona hægri flokk. Ég tel það vera mjög villandi miðað við niðurstöður rannsókna. Þú getur kallað hann miðhægri flokk eða miðjuflokk en að kalla hann hægri flokk sem að sé samskipa Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum, já það rímar bara ekki viðhorf kjósendana að minnsta kosti. Nei. En það má kannski bæta líka við varðandi þessar sameiningarhugmyndir að í raunin nú eru þessir 3 flokkar sem að talaður sósíalistar við vitum ekki nákvæmlega hvað 6% þýða þar. Nei. Og Píratar og Vinstri græn þau eru öll að mælast með svona 4-5-6%. Í Reykjavík til að fá inn fulltrúa í Reykjavík ef við miðum við 11 framboð eins og voru síðast þá þarf 3-4% til að ná manni inn í Reykjavík og miðað við núverandi kannanir myndu allir þessir 3 ná manni inn. Hins vegar breytist nú stundum niðurstaðan í kosningum frá því sem að kannanirnar gerðu ráð fyrir. Til dæmis í síðustu þingkosningum þá höfðu Píratarnir verið að mælast inni í eiginlega langflestum könnunum í langan tíma en duttu svo niður fyrir 5%. Þannig að einhver af þessum 3
gæti lent í því að detta niður fyrir 3% og fá engan mann. Ef þeir bjóða fram í einu lagi, þá eru þeir hins vegar nokkuð öruggir miðað við að þeir séu samanlagt núna með 15% fylgi að fá að allir þeirra gætu fengi mann inn. Og til viðbótar þá ef úrslitin yrðu þannig að það yrði mjög knappt hvort vinstri meirihlutin héldi eða ekki, að þá myndi það sko auka líkurnar á því að meirihlutin héldi ef það er mjög knappt að þessi þrír væru saman í kompaníi vegna þess að þá myndu atkvæðin nýtast betur til að fá borgarfulltrúa heldur en ef þeir bjóða fram hver í sínu lagi. Ef þeir væru allir með einn hver á sínum lista, þá myndi vera töluvert af umfram atkvæðum líklega sem að fjallu þó í rauninni dauð. Þannig að þetta væru líka rök fyrir því, kannski ekkit rosalega sterk en samt rök fyrir svona frekar með því að það væri skynsamlegt fyrir þá að fara í 3 flokka bandalag. Já. Og við höfum ekki heyrt ennþá formleg opinber viðbrögð núverandi forystu sósíalistaflokksins við þessu útspili Sönnu. Er það nokkuð? Nei, ég hef ekki séð það, en eins og er þó ég hafi þá reglu að spá aldrei fyrir í pólitík, að þá ger ég nú ekki ráð fyrir að þessi núverandi forysta, hún sé líkleg til þess að vilja fara í framboð undir forystu Sönnu sem að þessi nýja forysta hefur lýst yfir að ætti nú eiginlega að segja sig úr flokknum. Þeir hafa nú ekki rekið hann en þá ég veit ekki hvernig reglurnar eru, það er hægt að reka menn í sósíalistaflokknum. En þetta reyndar þessi nýja forysta, hún minnir mig nú á litlu marxistaflokkana á 8. áratugnum þar sem mönnum tókst að kljúfa sig niður í 4 örflokka sem að fengu nánast ekkert fylgi í kosningum en þar var fylkingin, þar var EIKML sem Ari Trausti var með, þar var KSML sem að byggði á sæniskri fyrirmynd og svo klofnaði KSML þannig að það kom KSML B stóð fyrir byltingasinnarnir þannig að og þetta fór eftir afstöðinu meðal annars til Kína. KSML B taldi alla hafa svikið, Kratana hafa svikið, Sovjetið hafa svikið, Kína hafa svikið, þannig að þeir einu sem að mati KSML B höfðu ekki svikið voru Albanir. En þessir hópar náttúrulega, menn voru mjög trúaðir á sína hugmyndafræði eða sína versjón á hugmyndafræði. Datt ekki í hug að þeir gætu verið saman í flokki, buðu saman í fernulagi og fengu nánast ekkert fylgi. Þakkaði fyrir þessa upprifun, þetta er fyndið. Þá skulum við snúa okkur að Alþingi. Ég nefndi áðan sterkastöðu ríkisstjórnarinnar, en það er vandræðagangur áfram hjá Flokki fólksins eins og verið hefur. Það er allt og mörg mál sem að rati fréttir sem eru svona ekki þægileg fyrir þá. Og kannski valda einhverju röskun í ríkisstjórnarsamstarfinu. Ég ætla að ræða það við þig. Ég ætla líka að ræða það að mér finnst vera bara mér finnst hafa verið svolítið svipuð stemning og með málþófið. En svo að það hafi ekkert raunverulega breyst síðan í fyrrasumar þegar þessu ákvæði er beitt og almenningur lýsir velþóknun yfir því ákvæðin sé beitt með því að sýna það í næstu skoðanakönnunum að þeir voru bara ánægðir með Kristrún og félaga í ríkisstjórninni að beita þessu ákvæði. Erum við bara föst í þessum rangála að þótt meirihlutin hafi ekki viljað segja það kannski mjög hátt opinberlega að minnihlutin stundi málþóf í þessu kílómetragjaldi og fleira þá vita allir þetta er ekkert annað en málþóf. Já, ég hef nú ekki fylgst alveg nákvæmlega með því og það er reyndar hvernig þetta svokallaða málþóf hefur verið. Það er nú reyndar algengt að svona rétt fyrir jólaleyfi þá sé stjórnarandstaðan með eitthvað málþóf
oftast hefur það nú verið til þess að fá á dagskrá 1 eða 2 mál stjórnarandstöðunar. Við höfum náttúrulega, en það er alveg rétt hjá þér að það varðandi málþófið í fyrrasumar, að þá var þjóðin mjög ánægð með það að 71. greininni hefði verið beitt og málþófið stöðvað. Við getum að minnst sagt að hingað til á þessu þingi höfum við ekki séð neitt í líkingu við málþófið veiðigjaldamálið og ekki neitt í líkingu við málþófið 3. orkupakkan 2019. En auðvitað hefur stjórnarandstaðan verið að tefja fyrir í ýmsum málum og ég skil það alveg að stjórnarliðarnir séu eitthvað þreyttir á því. Það sem ég tók hins vegar sérstaklega eftir var að þegar að hún Þórunn Sveinbjarnardóttir hafði nokkur illyrði, tautaði einhver illyrði við sjálfa sig sennilega í þinginu sem að hún átti auðvitað ekki að gera, að þá var það í sem sé var það þegar að á dagskránni var ef ég man þetta rétt umræður fundarstjórn forseta. Og það náttúrulega er öllum mönnum ljóst að þessi liður, fundarstjórn forseta, hefur mjög lengi, sennilega alveg frá því að þingsköpunum var breytt 2007, að þá hefur þessi liður verið misnotaður herfilega. Þessar umræður sem fara fram undir liðnum fundarstjórn forseta eru yfirleitt alls ekkert fundarskap forseta. Menn fá að teygja lopan endalaust og þetta er hlutur sem að ég held að ætti að breyta í þingsköpunum eða að flokkarnir ættu að hafa manndóm í sér til þess að semja að vera ekki með svona fíflagang og því það er mjög erfitt að kalla þetta annað en fíflagang og í rauninni eins og ég hef lengi sagt þá væri ástæða til þess að breyta venjunum í þinginu þannig að annarkvort það sett inn í þingsköpin eða það yrði samkomulag milli stjórnar og stjórnarandstöðu að fyrirfram ákvæðu menn að minnsta kosti í veigamiklu málum hvað umræðan málið ætti að vera löng. Það sá háttur sem hafður á hér víða í nágrannalöndunum og þá hafa menn bara styttri og snarpari og málefnalegri umræður því auðvitað lykilatriði að stjórnarandstaðan hafi gott færi á því að gagnrýna mál ríkisstjórnarinnar. En ég held bara að málþóf eins og við höfum þetta sé óskaplega vond aðferð til að veita ríkisstjórninni aðhald. Sko, svo veltur þetta líka á trausti að þeir koma að þingflokksformennirnir og ræða við forseta þings og ef þetta traust er rofið þá náttúrulega kemur upp einhver gremja og það kann að hafa tengst eitthvað þessum umælum Þórunnar að allir vinnustæðir þeir ganga út á ákveðið traust og það er alltaf að vera einhver slaki til þess að þú færir ekki allt í reglur sko. Leikskipulagi þarf alltaf að einhverju leiti að byggja á trausti og maður hefur svo sem fundið fyrir því að þeim finnst ekkert gaman að vera í minnihluta sumum sem eru í minnihlutanum og það er svona bara mín skoðun er svo að þeir beiti frekju og ofríki og en það er önnur saga. En víkjum aftur þá talinu að sterkri stöðu Kristrúnar sem verið hefur og meiri hlutanum og ég nefndi vandræðagang, þetta nú svo sem ekki frumlegt umræðefni, vandræðagangur tengdur tilteknum málum hjá flokki fólksins. Sumir höfðu orðið að þeir hefðu séð rödd Kristrúnar titra ögn þegar hún var að verja gjörðir Miðflokksins í þessu skólameistaramáli í fjarveru barna- og menntamálaráðherra. Kannski fyrsta skipti sem við höfum heyrt hana titra, ef það er rétt mat. Hvað heldur þau? Nú þarf þetta að fara aðeins út fyrir svona
vísindalega hugsunina sem stjórnmálafræðingur, nú verður að vitna, nú langar mig að fá aðeins frá svona sjálfum þér. Heldur þetta sé að verða eitthvað erfiðara en var út af síendurteknum vandræðagangi einhverja mála hjá Flokki fólksins, eða að kenna því bara að fjölmiðlar sækja harðar að Flokki fólksins og viðhorf almennings eru einhvern veginn á skjön gagnvart Flokki fólksins miðað við valdaflokkana og svona stærri stofnanir eða sterkari? Já, ég held að það sem skiptir ríkisstjórnina mestu máli er það að hún er enn að mælast með hér bil 50% fylgi. Hún hefur sáralitlu tapað í skoðanakönnunum frá kosningunum 24 fyrir sem sé rúmu ári. Og það í rauninni miðað við það hvernig gengi ríkisstjórna í könnunum hefur verið fyrir alla ríkisstjórnar eftir hrun, þá þetta árangur sem að þeir geta mjög vel við unnað fylgislega. Þetta hefur hins vegar byggst á því að Samfylkingin hefur bætt verulega við sig í könnunum miðað við kosningarnar. Viðreisn hefur svona nokkurn veginn haldið sjó, verið að sveiflast svolítið í könnunum í kringum kjörfylgið, en Flokkur fólksins hefur tapað meir en helmingi af sínu fylgi 2024. Síðan hafa verið ýmis mál sem að hafa verið kannski óþægileg fyrir einstakar ráðherra Flokks fólksins, en það hefur að minnstakosti ekki, til dæmis í Morgunblaðinu, verið gert of lítið úr þeim vandræðum. Nei, það er rétt. Þannig að það er alveg augljóst að stjórnarandstaðan og hvort sem það birtist í fjölmiðlum stjórnarandstöðunar eða fjölmiðlum sem styðja stjórnarandstöðuna eða talsmönnum stjórnarandstöðun og þingi, að Flokkur fólksins er alveg sérstakt skotmark. Og ég vil nú ekki fara að ræða framistöðu ráðherra Flokks fólksins í einstökum málum, en auðvitað eru þar ákveðin mál sem að kannski má fyrst og fremst kenna við reynsluleysi. Þeir hafa ekki mikla reynslu af ríkisstjórn og kunna ekki alltaf að haga orðum sínum eins og ætlast til að ráðherrar geri. Þá hins vegar, og þetta vekur upp tvær spurningar. Annars vegar eru forysta Samfylkingar og Viðreisnar komin með eitthvað óþol gagnvart Flokki fólksins. Og ef að þeir eru pirraðir, þá hafa þeir að minnstakosti leynt því mjög vel, opinberlega. Og í rauninni þá skiptir það þessa flokka auðvitað miklu meira máli að samstarfið í þessari ríkisstjórn gangi tiltölulega skaplega og þeir geti klárað kjörtímabilið og komið meira af sínum stóru málum í gegn, að það skiptir þessa flokka auðvitað meira máli heldur en einhver pirringur hugsanlega út í einstakar ráðherra Flokks fólksins. Þannig að ég á nú von á því að það verði ekki verulegt, sem sé það sé ekki verulega líkur á því að til dæmis þetta gangi svo langt að Viðreisn eða Samfylkingin vilji reka Flokk fólksins úr ríkisstjórninni, sem að væntanlega mundi þýða að það yrðu snembornar kosningar. Hvað varðar Flokk fólksins sjálfan, að þá náttúrulega kynni einhver að halda að þegar flokkur tapar svona miklu fylgi, að þá myndist sterkur hvati til að fara úr ríkisstjórninni. Og þá fróðlegt að velta bara fyrir sér hvaða kosti hefur Flokkur fólksins. Hann getur auðvitað farið úr ríkisstjórninni. Ef að það leiti til þess að það eru kosningar strax, að þá þið nú kannski erfitt fyrir Flokk fólksins að rífa upp fylgið á 2-3 mánuðum. Annað sem verið að hafa í huga það að Flokkur fólksins, þeir sem hafa allavega verið í honum frá byrjun, að þeir eru vanir því að Flokkur fólksins sé mánuðum eða árum saman
undir 5% markinu. En alltaf hefur flokknum tekist að skríða upp fyrir 5%. Fyrir síðustu kosninga var flokkur fólksins reyndar alltaf að mælast vel yfir 5%, en þeir bættu verulega við sig í kosningabaráttunni og fengu sína langbestu kosningu frá upphafi. Þannig að ég ekki vissum að þessar skoðanakannatölur þær hræði forystumenn flokksins eins mikið og menn kynnu að halda. Og á endanum þetta kannski spurningin hvað skásti kosturinn. Og það lítur þannig út frá fyrir mig minnstakosti að versti kosturinn sem flokkur fólksins gæti valið væri að ganga úr ríkisstjórninni. Þannig að mér sýnist út frá þessu allar líkur á því, eða langmestar líkur á því, að þessi ríkisstjórn, ef að ekkert mjög óvænt gerist, hún muni bara halda áfram til loka kjörtímabilsins. Megin spurningin hvort og þá hvenær fylgið við ríkisstjórnarflokkana í heild fer að minnka eins og það hefur gerst fyrir allar stjórnir frá eftir hrun. Eina stjórnin sem tókst að halda velli í kosningum eftir hrun fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og það var augljóslega áhrif af COVID því að hún var á sömu niðurleið áður en COVID kom eins og allar hinar stjórnirnar. Þannig að það svona kannski stóra spurningin. Já. En það auðvitað allt og snemmt að fara að velta fyrir sér hvað gerist í næstu alþingiskosningum. Já, ég held að það var Eiríkur Bergmann sem sagði við mig að þegar liði á seinni hluta kjörtímabilsins þá gæti það orðið aðeins snúnara með samstarf ef einn flokkur myndi mælast með svona lítið fylgi að þá reyndu menn þar að tósa upp fylgið fyrir kosningar og þá þið meiri togstreita í því að rífast málin sem að þyrfti að hrinda í framkvæmd. Þannig að sú staða allavega ekki komin upp ennþá. En Eiríkur fyrrnefndur kallar flokkfólksins líka veikalekkin í ríkisstjórninni og hann telur þetta sé að þannig séð einsmálsflokkur, áskorendaflokkur og sumir spá því að þetta verði síðasta kjörtímabil flokksfólksins því það oft með svona skils mér svona áskorendaflokka að eftir að þeir komast í ríkisstjórn þá game over. Treystur þeir til þess að koma eitthvað inn í þetta? Já, þetta bara mjög eðlilegar vangabeltur hjá Eiríki og auðvitað það þegar að nálgast kosningar þá verður nú gjarnan aðeins meiri titringur innan flokka, ekki síst meirihlutaflokka. En þá hins vegar alltaf spurningin svo sem ég var í raunin að nefna hverjar opsjónirnar, hverjir kostirnir og það alveg hugsanlegt að þetta verði síðasta kjörtímabil flokks fólksins og það að finna þetta dæmi í sögunni svona flokkar sem hafa komið inn sem að verða ekkit rosalega langlífir. Það hins vegar ótímabært að lýsa yfir dauða flokks fólksins og kannski má þó bæta við því að ef að það líka þegar líður á kjörtímabilið og ef við segjum að draugum upp þá sviðsmynd, nú líður á kjörtímabilið flokkur fólksins að mælast vel undir 5% í könnunum. Hvað gera menn þá? Ein leið auðvitað að segja sig úr stjórninu og fara í kosningar strax. Það held ég að sé ekki líklega góður kostur fyrir þá. Hitt að segja, heyrðu, kannski þetta sé bara game over, við skulum þó allavega sitja með hana sættir og klára þetta með einhverju reist. Sko, tími okkar svona nánast á þrótum og ég held að á morgun ætlum við að vera með bara sérstaka umræðu miðflokkin en ég ætla samt aðeins að impra á sterkri stöðu hans við þig. Sumir vilja bara meina að talandi að
að hugsa langt fram í tíman og vera að spyrja ótímabæra spurninga og vera bara að leika sér með einhverja hugmyndir. Ég heyr alltaf fleiri og fleiri segja að næstu kosningar, alþingiskosningar, kannski einhverju leyti borgarstjórnarkosningar, ég veit það ekki, en næstu alþingiskosningar gætu bara snúist beinlínis það hvort að halda Miðflokknum frá völdum vegna þess hvað maður á að segja, hve mikla sérstöðu flokkurinn hefur eða bara að ná honum í ríkisstjórn. Er það ótímabær umræða eða er eitthvað í uppgangi Miðflokksins núna sem við þurfum að tala um? Já, hann er náttúrulega bara mjög athyglisverður. Já. Miðflokkurinn hefur verið að færa sig nær populistaflokkunum í Evrópu og í Bandaríkjunum. Hann hefur augljóslega verið að taka upp ýmis áhersluatriði í málflutningi sem að eru eiginlega tekin beint úr smiðju Trumps og að því leitinu hefur hann verið að auka sérstöðu sína í íslenskri pólitík og svona miðað við venjulega mælikvarða að þá mundi maður halda að hann væri óstjórntækur, eins og stundum sagt, fyrir flesta hinna flokkana. Er það ekki bara staðreynd? Kannski ekki Sjálfstæðisflokkin, en það er mjög erfitt að sjá að minnsta kosti hina flokkana vera tilbúna til þess að fara í stjórn með Miðflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega í mikilli klemmu, svolítið klemdur á milli Miðflokksins og Viðreisnar, því að Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega skiptist eins og menn tala nú gjarnan í svona íhaldssaman arm, þjóðveldnis íhaldsarm og frjálslyndari og Evrópusinnaðri arm þó að það sé kannski ekki orðið stóra armur lengur. En sko það þarf í sjálfu sér ekkert sérstaklega að koma óvart að Miðflokkurinn fari eitthvað upp. Þó kemur það, en maður veit ekki hvort að það heldur áfram og hvort hann fer eitthvað enn hærra, hvort að það stöðvast eða hvort hann fer niður. Ef við skoðum söguna og lítum á hvernig þetta var í kosningunum 2024, að þá svona þegar að einhverjum sennilega 3-4 árum fyrir kosningar, að þá hafði Miðflokkurinn sem lagði ríka áherslu á innflytjendamálin að þá tók hann flug upp á við og endaði og fór hæst ef ég man rétt í 17 eða 18% í einhverjum könnunum. Síðan var hann með áherslu á innflytjendamálin alla kosningabaráttuna. Það endaði með því að flokkurinn fékk 12% í kosningunum. Og það urðu nokkur tímamót í þeirri kosningabaráttu þegar að Sigurður Ingi sem við töluðum hérna áður flutti hérna frægu símaræðu sína í kappræðum í sjónvarpinu þar sem að hann gekk í skrokk á Sigmundi og í raunin líka á Bjarna og hann var efnislega að segja við Bjarna Benediktsson sem hafði verið svolítið svona að elta Sigmund í þessum áherslum í útlendingamálum að Sigurður Ingi sagði: Bjarni minn, þú ert bara búin að gleyma því að við erum múin að leysa þessi útlendingamál í þessari góðu ríkisstjórn sem við erum saman í. Og hvort sem það var nú út af því eða Bjarni hafi bara lesið audiensinn að þá skipti Bjarni tón og fór meira yfir, eins og ég las það, meira yfir á línu Sigurðar Inga, það sem eftir var kosningabaráttunar, frekar heldur en á línu Sigmundar Davíðs eða Miðflokksins. Við sáum líka fyrir síðustu kosningar að þegar að kjósendur voru spurðir á því hvort eða hvað teldu mikilvægustu málin, að þá lentu innflytjendamálin mjög neðarlega í þeirri forgangsröðun. Þessar kosningar 24 snýrust fyrst og fremst efnahagsmálin, en það voru margir málaflokkar sem kjósendur töldu mikilvægari heldur en innflytjendamálin. Innflytjendamálin hafa þetta verið stórt atriði hér víða í nágrannalöndunum, en ég var nú síðast í morgun að lesa kannananiðurstöður frá Danmörku, þar sem sósíaldemókratarnir standa mjög illa og voru að mælast í þessari könnun bara með sama fylgi og
og SF eða Sósíalistisk Folkeparti sem eiga núna langvinnsalasta leiðtoga reyndar í Danmörku. Og niðurstaða þeirra, þetta var á Altinget, DK, niðurstaða þeirra var eiginlega svo að vandi sósíaldemokratana væri ekki í rauninni hefðbundin málefnagrunnur kratana, því að þegar að kjósendur væru spurðir að því hvaða mál þeir teldu mikilvægust, að þá væru það hefðbundin vinstrimál sem að væru í toppnum, það var að segja velferðarmál og eitthvað þess áttar. Hins vegar væri áhersla eða væri fjöldi þeirra dana sem að teldi innflytjendamálin skipta mestu máli, að hann hefði minnkað mjög mikið og væri tiltölulega lítill miðað við hin málin. Þannig að þeirra vangavelta var, það kannski Mette Frederiksen sem málið og kannski líka ofur áhersla hennar á útlendingamálin. Væri það kannski bara betra fyrir kratana að segja hægri flokkarnir, þeir geta bara verið með þessa hörðu stefnu í útlendingamálunum. Við förum bara yfir í klassískan kratisma, eins og Kristrún gerði hér 24, förum bara að leggja áherslu á velferðarmálin og menntamáli eða hvað það nú klassísk vinstri mál. Og það gæti verið hérna farsæla fylgislega heldur en áherslan á útlendingamálinu núna, þannig að það mjög víða sem að velta fyrir sér skilur hvernig hérna áherslur flokkar eiga hafa og hérna það enda líka mjög athyglisvert við dönsku stjórnina núna sem að stjórn yfir miðjuna, kratarnir og venstri og hérna og konservatífi, það ekki rétt með það Nei. Það eru kratarnir, venstri og moderatinni sem flokkurinn Lars Løkke sem að mælist núna undir 2% af þröskuldinum. Að þessi ríkisstjórn sem að minnir svolítið á ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, þó að þessi ríkisstjórn í Danmörku spanni alls ekki allt litrófið en samt þvert yfir miðjuna, það ekki eftir rauðu og bláu blokkin eins og venilega, að gengi hennar í skoðanakonunum núna tiltölulega mjög lengi hefur verið alveg hörmulegt. Þannig að kratarnir eru kannski sumpart að þjást, kannski út af þessari stjórnarþáttöku, á svipaðan hátt og vinstri græn urðu að þjást fyrir sína samvinnu með Sjálfstæðisflokknum á síðara kjörtímabili Katrínar. Og við þetta má kannski tvennu bæta að flokkur fólksins fyrir síðustu kosningar tók meðvitað ákvörðun að bakka svolítið út úr gagnrýni stefnu á útlendingamál. Og annað að það sem sagt hér og endar í fyrirsögnum í dag hefði aldrei liðist fyrir 1 ári. Þannig að hér hefur orðið umpólun í því að fólk sem að hugsaði kannski eitthvað, það hræðist ekki að setja það á prent núna. Það að tala þarna anduð gegn útlendingum og gagnrýni á útlendinga hér á landi. Þetta stökkbreyting. Já, síðan við gengur til alþingiskosninga fyrir ár. Já, það hefur hvest verulega það að segja menn ófeimnari núna einhverjir við að viðra skoðanir sem að eins og ég var að segja áðan hafa hingað til verið bundnar meir og minna við flokka eins og AfD í Þýskalandi og republikana Trumps í Bandaríkjunum. Það nýtt og þá hlýtur maður að velta fyrir sér afleiðingunum og það sem að virkar nú líklegasta viðbröðin frá öðrum flokkum að segja alveg eins og kratarnir og kristilegi demokratar gerðu í Þýskalandi, það bara ekki hægt að vinna með svona flokki. Hann óstjórntækur og flokkurinn þarf að fara ansi hátt til þess að nekkja því og við skulum ekki gleyma því sem að menn gleyma stundum í umræðinu popúlistaflokkana að þessir flokkar flestir hafa verið að fá kannski 20%, 30% og stöku flokkar meira. En ef flokkur að fá 30%,
að þá engan veginn sjálfgefið að hann einhvern rétt á því að vera í ríkisstjórn, jafnvel þó hann væri stærsti flokkurinn. Vegna þess að ef að flokkur sem mikið öðruvísi heldur en hinir flokkarnir fá 30%, þá eru 70% kjósenda að kjósa flokka sem að eru mjög ósammála þessum 30% sem í þessu dæmi væri að kjósa stærsta flokkin. Þannig að samsteypukerfi skiptir hérna mjög miklu máli og það hvernig hinir flokkarnir bregðast við ef að einhver einn flokkur fer út á kantinn og fer að túlka sjónarmið sem að meirihluti í hinum flokkunum og meirihluti þjóðarinnar andvígur. Áhugaverð lokaorð. Þakka þér fyrir komuna, Ólafur Þ. Harðarson. Við þakka þér. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.